bara keyra í þetta. Jú. Svo þetta streamið, ekki gott. Það held ég. Ég held það. Já, kæri hlustandi, í annað skiptið þessa elskulegu viku, það var náttúrulega ótrúlega mikið að vera í bardagaheiminum, þannig að 15 lótan hefur ákveðið að smella í 2 þætti þessa vikuna. Vorum að kveðja Sigurjón Guðmundsson sem er Icebox Champion. Núna er það Icebox uppgjör og UFC Freedom 250 uppgjör sem var gjörsamlega hellakart. Setjum þátturinn í vikunni, ég vil þakka sponsorum þátturins, það sjálfsögðu Reykjavík MMA, ný grunnnámskeið í hverjum mánuði, þú finnur alla upplýsingar inn á rvfkmma.is. Taktu skrefið og byrja að æfa á Viðarhöfða 2. Og svo er það sjálfsögðu Yngling fæðibátuvörur, hámarkaðu árangurinn með Yngling fæðibátuvörum, Selagett, náttúrulega steyribústrar, sveppablöndur. Það er bara heill heimur af náttúrulegum fæðibótarefnum sem að hjálpa þér að ná árangri. Þú fær 15% afslátt með afsláttukóðinu 15 lótan 15. Svo er það sjálfsögðu bardagastyrkurinn hjá Nico ef að þig langar í gott vísinda æfingaprógram sem hjálpar að ná árangri aftur. Þá mælum við með Nico og bardagastyrkurinn. Heldur betur, ef við vindum okkur í þetta. Yes sir, já, nóg að taka á. Já, þetta eru einhverjir 14-15 bardagar sem við þurfum að aðeins að ræða. Já, meir það, þú varst að nefna henni upp með að við vorum með Sigurjón hvað var mikið að gera bardahelginni. Svo var alltaf líka þarna wrestling. Já, raffið maður. Já, Hamsat á móti Dylan Dani sem Já, sem endaði bara í einhverju mega bróli bara. Já, þetta er annað skipti í raffinu þar sem að allt verður brjálað. Já. Þannig að þú veist, það er bardaga út af fyrir sig og svona Aron Frans kom með bardaga og Willi Tortul var að glíma og Benni var með gull á Benni var með gull, Tristan var með gull. Já. Við erum einmitt að fara að gera fréttir þetta. Svo var náttúrulega Ímir Friðgeirs með róttök í Tælandi. Já. Hvort það var ekki bara föstudaginn fyrir helgi. Þannig að bara, já, nóg að gera maður. Íslendingar á öllum vikstöðum, sko. Einmitt. Þannig að þetta er nóg að taka. Djútur Íslendingar góður í bardagunum. Byrjum á Icebox. Já. Fyrsta viðureignin var Simona Mixtate á móti Dögg Var. Erfitt að vera ekki bæjast í þessari umfjöllun. Já. En það var hún þetta rosalega box undur og vélmenni Dögg Var sem að kláraði bardagan í annar hlutu með teknilegu róttæki. Já. Var þetta early stoppage, var þetta sanngjarnt stoppage? Já, þú veist, ég hef ekkert út á þetta að setja, þú veist, þetta var kannski, þú veist, hún var ekkert eitthvað rótuð en það var svolítið búið að slökkna á henni. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi út af því að ég horfði á fyrir barndaginn Simónu í Pólandi þar sem hún var lamin miklu meira, hann hélt áfram að berjast alveg þangað til í lokin og þú veist, það var einhvern veginn, en þarna var bara eftir hún fekk nokkur högg á sig, hún stífnaði öll upp og bara svolítið fraus, fannst mér, þannig að þú veist, það var svo sem kannski, þú veist, engin ástæða að stoppa þetta en samt engin ástæða eitthvað að vera að láta hana taka eitthvað meira damage, sko. Nei, þetta var sko önnu talningin í annar lútu, sko. Hún svona, í fyrir talningunum þá svona bognuð fætunar aðeins undan henni, sko. Og svo kemur þessu önnu talning, en það var rétt, sko, hún var bara farin að líta svolítið illa út. Fann að þú veist, bera sig illa undan höggunum og svona aðeins að hlaupa og svona og slá í lítið. Ég held persónulega, ég var hissa. Ég var svolítið hissa á þessum performance hjá Simónu á þess að taka eitthvað af Dögg, sko. Dögg leit rosalega vel út. Hún er búin að bæta sig mikið. Við mældum alla fæturina fyrir fæt, hún var með einhverjum 10 cm lengri faðm. Og spilaði það rosalega vel. Já. Hún var að pikka jabbið, jabbi andlit, jabbi body, spilaði jabbið rosalega vel. Það stríddi Simónu rosalega og ef að Simóna lendi og kom Dögg alltaf með bara flurry af höggum tilbaka og var mjög flott. En mér grunar samt sko að þegar nú fylgist ég með Simónu á Instagram, hún sýnir mikið af æfingunum sínum. Ég held hún sé bara í off-þjálfun. Já, það getur verið. Hún er líka að vinna. Þú veist, maður sér eitthvað svona var að taka ógeðslega nokkað vakt og beint á æfingu og eitthvað svona vakna ógeðslega snemma og fór út að hlaupa fyrir vinnu og eitthvað svona.
og svolítið svona, þú veist atvinnu íþróttamenn sem að æfa svona rosalega eru kannski ekki að fara að taka einhverja 10 tíma vakt þú veist, í einhverju annar vinnu einmitt og já, kannski og þú hagræðir, skilur við, æfingarniðinum í kringum vinnuna já, þú veist, passar þig bara, ef þú ert að vinna 12 tíma það æfir minna á móti já, annars bara grillar í taugakerfið já, mér finnst það pínu svona eins og já mhm, þú veist, mannstu þegar við fengum hérna Bjarka Þór Pálsson og Magga og Bjarki var að tala um það hann fór í off-þjálfun og fór í bardagann sinn bara endist í 20 sekundur eða eitthvað og hann er bara, hvernig er þetta búið bara það, þessi setting situr svo mikið í mér, skilur að mér líður svona eins og taugakerfið hennar Símóni hafi verið bara hvernig er þetta búið bara já, hún leit ekki út eins og hún vildi vera að nynni, sko nei, og tökum ekkert af Döggvar sem að bara hérna barðist rosalega góðan bardaga var bara að bæta þessu rosalega það er náttúrulega ekki leyndamál að ég og Dögg höfum kist að hérna, og ég er bara að fylgjast mikið með henni og ef við berum saman reynsluna eins og þú veist að tala með sko, Símona fer og berst í Pólandi gegn stelpu sem er með ykkur 100 bardaga og er bara lamin í klessu já, Dögg berst á Golden Girl í bara C-flokki á móti annarri stelpu sem að berst sinn fyrsta bardaga og það fyrir split decision þú veist, hvor reynslan er betri ég held að það sé bara miklu erfiðara að fara inn í annan bardaga sinn eftir að hafa verið lamin í hakkabuff í fyrir bardaga já, kannski þú veist en ég er svona það er ekki í fyrsta skipti kannski það sem að hann Nikita fær svona á sig kannski smá gagnrýni en ég er svona eiginlega gagnrýni þessa ákvörðun að hafa sett Símonu inn í hringin gegn stelpu með 100 bardaga já, og þannig ég set spurningamerki við þann svona coaching stíl já, og þessa coach ákvörðun sko þó að hún hefði viljað það sko já, fætinu vill alltaf berjast, þó að hún vilji það já, það er samt svona já, það var náttúrulega þjálfarinn að hafa vitt fyrir Já. því, það er kannski ekki sniðu ákvörðun nei, en þessi bardaga var í mínus 59 kíló flokki já, Nikita samti eitt auka mínus kíló það er engin 59 kíló flokkur í bóksi alltaf verið mínus 60 en það var eitthvað svona auka samningur þarna að þetta væri 59 já, ok, ákvörðu það var bara eitthvað Nikita bað um það já, ok og þeir samþyktu bara áhugavert Mhm. en eitthvað við þetta bæta? nei, svo sem ekki Nei en Símóna kemur stökk tilbaka ég hef ekki trú á öðru, sko Nei Ég vona það allavega ef að ef hún gerir það ekki úps
And we're back. Já. Hérna... Hvernig gerist það? Back. Nei, Já. erum við back. Hérna, á ég að halda áfram bara ræðinu minni. Já. Hérna, mér fannst fárulegt að fyrir bardaginn var splitt, ég verði eiginlega að segja það. Mér fannst Faisal eiginlega bara taka allar lótunar, mér fannst mjög skrítið að sá bardaginn var splitt. Já. En þessi bardagi, þarna var maður bara svona, wow, hver tók það? Já. Og í fyrir bardaganum, sko, þá fannst mér, þú veist, Góand kemur óslega viltur út, þú veist, það er bara, hann er bara þannig gæi greinilega. Já. En í þriðju lótinu, þannig upp í HFH, þá var Góand orðinn dauðþreyttur. Já. En í þriðju lótinu þarna, þó að Góand hafi byrjað sama krafti, þá átti hann fullt eftir í þriðju lótu. Mér fannst hann með taka þriðju lótuna, sko. Þannig að, hérna, það kom mér á óvart, hvað, þú veist, ég held að hann var að gera sem mistök aftur, að sprengja sig svolítið snemma. Já, en svo var hann bara með fullt af orku. Greinlega búin að vera að vinna svolítið í gastanknum, sko. Já, en mér finnst samt, sko, eins og að við byrja aðeins og hratt. Ef þú þarf að byrja svona hratt, sko, þú verður allan að eiga gastanki 2 lótur, skilu. Þú mátt sprengja þig eftir aðra lótu, ef þú sannfærður að unni báðar. Mér finnst eins og hann hafi sprengt sig unni fyrstu og svo, einmitt, ekki geta gert nóg í annari og þriðju til þess að vinna þær, sko. En sástu bætingar á Góand milli barða? Já, klálega. Þú veist, hann er bara búin að boksa í 4 mánuði. Já, þú veist, bæði hérna, þú veist, hann var ekki alveg að viltur og hann var í fyrir barðanum og hann hefði meira þól, klálega. Já. Faisal svona óks svo vel inn í barðan fannst mér og mér fannst einmitt svona hann var farin að hafa mjög gaman á þessu, hann var farin að snerta Góand og brosa framan í hann svona. Svona, það voru skemmtilegi taktar, sko. Þetta verður svona skemmtilegt. Já, en mér fannst Faisal eða svona meira smooth í fyrir barðanum, sko. Og meira með eitthvað svona smooth höfurhefingar og svona fínni fótaburður. Þetta var svolítið meiri fight, fattur við. Meðan kannski Faisal fekk meira svona að skína í fyrir barðanum. Og þú veist, hann aðeins meira bara, þú veist, ég held líka Faisal hafa orðið þreyttari í þessum bardaga heldur en hann varði hinum. Já, 100%. Hann svo stjórnaði hinum bardaganum svo vel, sko. Þarna var þetta svolítið bara stál í stál einhvern veginn. Já, Góand pusha hann rosalega. Og það var alveg svona moment þar sem að, það var eins og Faisal ætlaði svona að fara að krúsa þessu svona þægilega, sko. Hann var svona farin að toucha Góand svolítið og farin að brosa og eitthvað. Og það kom svona moment þar sem að Góand var mjög þreyttur, Faisal virkaði hress og Góand einhvern veginn bara svona, oh hell no. Bara setti bara ógeðslega mikla pressu á hann í svona hálfa mínútu og eftir það þá var Faisal ekki að brosa lengur. Hann var bara, fann mjög mikið fyrir honum. En tókstu eftir að Faisal mætti bara draga haltur í barðan? Nei. Ég er ekki frá því, sko. Að því að, sko, ég sá Símonu fyrir Weigh-ins og tók eftir því þegar hún var að labba ganginn niður í Haukaheimilinu að hún var pínu hölt líka, bara það svolítið betur. En mér varst Faisal bara draga haltur, labbandi inn í hringinn. Já, ok. Ég var ekki bara svona, eru allir haltir? Bara eitthvað mittir og við viljum ekki púla út og þetta er icebox og... Kanski. Þannig að ég er svona... Ég spáði ekkert í því. Nei, þetta er alveg hérna hóa í hann og spurði þetta eða svona, ef maður rekst á hann. Það var gamla pæli í. En skemmtilega viðregnir, sko. Ég fíla þetta Faisal Góand bíf. En Góand klárlega mjög svona mikill svona sannur íþróttamaður, sko. Það var mjög dapur yfir þessu svona í VIP-svæðinu þegar hann var að borða. Eftir þetta var svona mjög svektur einhvern veginn og en já bara skiljanlega svektur eftir tapum. Ég fannst það samt alveg brattur líka þannig séð, sko. Þú veist, hann var svona leiður en samt bara eitthvað svona, þú veist, hann gerði sitt besta og þú veist, hann var bara ég myndi ekkert segja hann að vera einhverjum bömmer, þú veist, meira bara svona, þú veist, eins og menn eru þegar þeir eru búin að tapa. Það er aldrei gaman að tapa. Þetta er, sko, ég tapaði glíminu minni á Ísló og svona, þetta fer bara í reynslubankan. Ég hata reynslubankan og Góand hatar örugglega reynslubankan líka eftir þetta, skilja. Þetta er bara svona, það er reynslubankadrasl, sko. En mér finnst svona með að Góand er bara búin að æfa box í 4 mánuði, þá er hann svona óþarflega bráðþroska, sko. Ég er svona, þú veist. Það er sannur íþróttumaður, sko. Já, það býr alveg greinilega, þú veist, það er gott í honum, sko. Þú veist, Góand eftir 2 ár, það verður eitthvað, sko. Eða hvað sögðu var Góand verið gamall? Hann er 21? Já, svo segja þér. Já, hann er alltaf með 2 afmælisdaga. Já, það er ekkert að treysta þessu vegabréfi, sko. Nei, þessi kúrdar, sko. Já.
Við leistum ekki þetta afmælismál. Nei, það er bara, veit enginn hvað hann er gamall. Það veit enginn hvað hann er gamall. Allegedly er hann 21 árs. Já. En þannig að það hann er með afmælisdag, einhvern kúrneskan afmælisdag, en þjóðskrá er með eitthvað annað. Já, þú veist, foreldrar hans haldi upp á allt annan dag heldur en stendur í vegabréfinu, sko. Já. Þannig hver veit hvort það ártalið sér rétt, fattur þau? Já. Segir hann bara 35 ára. Já, kannski. Ef þetta verið alveg, veit enginn hvað hann er gamall í alveg. Já, þannig. Það er svo... Það er allavega ekkert að treysta þessum gögnum, sko. Nei, við þurfum bara að treysta foreldrum hans. Já. Og að þau hafi talið öll árin rétt. Já. Já, það er eitthvað Kurda Magic. Þarna. Þriðji bardagi kvöldsins var Seyam Omar móti Pal Lessi. Því skeppna er Pal Lessi. Já. Hann er bara kominn inn til að drepa. Hann er skeppna. Hann ætlaði ekkert að boxa, hann ætlaði bara að drepa hann gæja. Já, hann var on a murder mission. Já. Sko, ég gaf henni bara þetta að segja Omar. Fannst það? Já. Sko, ég skal viðurkenna það, mér finnst kannski segja hann betri boxari. Já. En bara einhvern veginn Pal vildi þetta meira. Já. Fannst mér. Já. Hann var svona, þú veist, kannski bara svona, ákveðnari í að sækja áfram. Já. Og meiða og eitthvað svona. Einmitt, en sko, samkvæmt svona, að ég hugsaði bara út frá svona hugmyndum svona ólympískar reglur og svona hvernig hún dæmir ólympíska bardaga. Þá er það ekki í ákefðin og eitthvað svona, hversu mikið vilt meiða. Það er hversu mikið af góðum teknilegum höggum þú hittir. Já, einmitt. Og þau voru ekki mörg, fannst mér, hjá Pal. Ég sá ekki mörg högg lenda. Og mér varst segja miklu duglegri að jabba body og lenda svona tæknilega clean höggum. Það var svona mitt teik. Þannig ég var svona pínu hissa. Ekki það að ég vilji taka eitthvað af Pal í þessum bardaga. En ég var alveg svona Þetta var split decision. Þetta var split decision. Þetta var ekkert robbery, skilur við. En þetta var einn af börnunum. Ég er náttúrulega, þú veist, að taka viðtölun á þeim að það er svolítið að hugsa á fótunum. Þetta var einn af þessum börnunum sem ég er komin byrjingu og ég veit ekkert við hvernig ég er að fara að taka viðtalið. Já. Þú veist, svona yfirleitt er maður svona nokkuð viss hvort það er, fattur þú? En þarna var ég bara eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki. Hver er það? Einmitt. Það var svona, þetta var spes. Ég var bara, einhvern veginn, mér leið svona eins og einmitt að dómarinn hafði kannski dæmt fyrir pressu, fjöldi að högga, ákefð og svona dót, sko. En Seyam fannst mér svona vinna hennar bardaga svolítið á að jabba bara og jabba í body og vera svona pikka inn þessi stík, sko. En þú veist, ég er ekki dómari og ég var ekkert afbrýðisamur út í þessu dómara og ég er ekkert eitthvað ósáttur við þetta. En Pal er svona eitt af þessum svona yngri gaurum sem að búa til, þessum nýju gaurum sem að búa til að vera tefla fram. Og hann er þá 3-0 ósigraður. Já, var þetta ekki bara annar bardaga? Nei, hann búið með 2 bardaga fyrir. Og er núna þá komin upp í 3 sigra. Já. Sem er bara geðvegt. En hann var með rosalegt reach. 182 cm í reach. En er 174 cm á hæð. Þannig að faðmurinn hans er bara eitthvað Jordan, sko. Og með svona 30 albanska stuðningsmenn í stúkunni. Og bara flögguðu fánum og er þetta gauðin sem varst að tala við mig hérna sem að mætti á byrjandamótið og bara það fylltist húsið af einhverjum gaurum bara. Það getur verið, ég man ekki hver það var, sko. Þú sagði mér að einhver hefði verið að boxa á þessu byrjandamóti. Svo allt í hennu hafði bara salurinn bara það er bara sturlu stemning og hvetja ykkur gauðir áfram bara. Já, ég man ekki hver það var, sko, en það var bara ógeðslega vel mætt þarna í HFA og byrjandamóti og læti og þú veist. Og það var einmitt einhver sem ég þekkti ekki sem var að boxa, sko. Þannig að það getur vel verið að hafa verið hann. Paladin. Já, getur verið. Ég byrjaði að taka viðtalið við hann á íslensku, hann vildi gera á ensku. En ég get svo svarið að ég var að tala við hann mann í íslensku. Já. Hann er alltaf beðið ensku við mig. Ég held ég hafi talað íslensku við hann gæja þegar ég hitt hann fyrst. Ertu ekki bara að rugla við Alexander Puskov? Nei.
Alls ekki, ég er búin að þekka hann í, þú veist, 3-4 ár. Ok. Ég svo mikið að kynnast Alexander Puskov bara núna. Ég tók viðtal við Alexander Puskov fyrsta æsbóðun okkar. Já. Þannig að ég alveg svona talaði nokkuð svona mikið tíðina, sko. En, nei, ég er alls ekki röglega þeim saman, sko. Ok. En talandi Alexander Puskov, sem mætti Alvaro Herendero. Já. Góð fætt. Já, djöfull fannst mér skrítið að sjá þá tvo var að spjalla saman þarna í VIP-dæminu eftir bardaga og Puskov leit verra út í framann. Já. Ég var bara eitthvað, ha? Einmitt. Þú veist, hann var að buffina gæja, svo hann bara með eitthvað glóðrauð á bólgin og bara var ekki skráma á Alvaro. Já, einmitt. En Puskov var eitthvað allur rauður og hann er bara með svona húð eitthvað. Já, einmitt, já. Mjög fyndið að sjá. Já, hann er svona, einmitt, hann verður svona, já, hann er mikið róð í húðina hans eitthvað. En það var skemmtilegt. En þetta var drullu skemmtileg fætt. Já. Og það var alveg sko við þetta Icebox. Þetta var svo skemmtilegt Icebox að því að þú veist, það var bara svo mikið af svona mismunandi stílum og svona skemmtilegum matchupum og þú veist, þetta var ekkert eitthvað svona, þú veist, þú kannski með fullu vinningu fyrir Herendero, skilur, sem er bara svona MMA-gaur. Ef þú ætlar að halda ógeðslega gott pjúra boxshow, þá ertu ekki að fá inn einhverja MMA-gaura og kickboxara og eitthvað. En það gerir sjóið svo skemmtilegt. Þá færðu svo mikið af mismunandi lúkkum og stílum og vandamálum. Og Alvaro var einmitt alveg fullkominn. Ég held á gott sjó. En Alexander Puskov vinnur fyrstu 2 lóturnar skuldlaust. Og ég alveg bara, þú veist, ég sagði þið mitt útsendingunni bara, ég sagði hundur heita ef það kemur ekki talning í þessum varða, sko. Það kom fyrst talningin bara seint í 3. lótu, sko. Þannig ég er rétt slapp. Alvaro byrjaði svona með svona klassískt MMA-dæmi, skilur, rosalega hátt upp með hökuna. Og ég hef sá fyrir mig bara með að við hvað Puskov var að smetla hann mikið með power hægri að hann myndi bara liggja í kanvæðisum. Hann hitti hægri hendinu svo oft í fyrstu lótu, ég var einmitt bara eitthvað þetta á eftir að enda illa, sko. En hann er svo djöðlega harður, þetta er það sama, sko, þú veist, þegar hann mæti svona góðum boksurum eins og hann mætti Bjarna Ottós, þú veist, þeir hitta hann svolítið mikið og maður er bara, shit, fuck. Já. En hann hættir ekki, þú veist, hann flinsar ekki. Einmitt. Og hann er bara drullu harður, þannig að ég er orðinn svolítið spenntur að fara að sjá hann meira í MMA, í sínu sporti, af því að bara, þú veist, hann talar um að hann sé MMA-fætir. Þannig að mér langar svolítið að fara að sjá hann þar, og maður sér að hann er fucking drullu töff, sko. Já. Hann er bara, kannski boxar móti aðeins betri gaurum. En mér varst ógeðslega fyndið að Alvaro fer svolítið að vera með eitthvað svona stæla og setja hendurna niður og eitthvað í 3. lótu og það bara virkaði fokkin vel. Allt í hennar hann bara hitta fullt af höggum og eitthvað, ég er bara eitthvað gauð, hann getur ekki múin að geta þetta allan tíman. Hann sagði mér bara eftir sjóið, sko, að hann bara underperformar alltaf í keppni. Hann var bara geggjaður æfingum en underperforma alltaf á keppni. Svo þarna eitthvað svona, hann er bara, ok, ég er bara 2 lótum undir, bara ég er bara að sökka í 2 lótur og eitthvað. Og hann fyrir alltaf í púlar eitthvað svona no-look jab og eitthvað svona, bara með eitthvað stæla og niður með hendurnar og bara svínvirkaði. Já, og bara Puskov veit ekki hvað hann að gera, sko, það er bara allt í gangi, sko. Og það er bara besta lótan hans Alvaro. Þetta var svo fyndið, því að, þú veist, maður var alveg að hugsa, skilur við, ef ég væri í kornu, ef ég vilji, hvað á ég að segja við Alvaro til að fá hann til að snúða við þessu barða? Bara, herðu, no-look jabban þrisvar settu hendina niður farðu svo í smá Philly shell bara það var svo ógeðslega grillað, sko. En stemning, enga síður og þetta var geggjaði fætt. En það var skemmtilegt. Var þetta ekki samt svona, þetta var smá mismat. Já. Er það svona, með að við hvað 3. lótan var góð, skilur við? Mér allan var í fyrst-lótu, ég var bara svona, ég held myndi enda illa, sko. Hann hitt hann svo oft, bara bæði með bara þungum hægri krókum og líka bara beinum hægri og Já, ég er sammála. En þú veist, Alvaro var fljótar að tökka niður haugana eftir að vera smeltur nokkuð sinnum. Heldur, streymið er eitthvað að stríða okkur sem er ótrúlegt. Já. Af hverju var streymið á hann svona ógeðslega gott en streymið núna er bara umulegt? Þetta er,
virkilega pirrandi. Þurfum að finna eitthvað lausna á þessum netmálum. Helviti strasslmaður. Jæja, svona lífið. Við fengum svo svakalega barða þegar William Þór Ragnarsson mætti Ísaki Guðnasyni. Já. Ísak Guðnarsson, hvað? Tók þetta bara með hvað? 2 daga fyrir bara? Já, ég man ekki einhverjum nokkrum dögum. Já. Ég man ekki nákvæmlega hvað var. Mér minna að vera 2 dagar. Já. Þess að ég fæ skilaboð og þurfti að gera nýjan póster og eitthvað. Já. Eftir Donald Nexlið. Já. Eitthvað ræða það eitthvað? Já, svo sem, en ég meina þetta meikaði ekkert sens, sko. En það alltaf kemur sko tölvupóstur. Já. Það kemur tölvupóstur á MMA-fréttir, Mannlif, Vísi, MBL og eitthvað að samfélag albanskra og kósóvóskra múslima á Íslandi styðji ekki einhverja hegðun Donuts á TikTok. Og hann á að hafa gert eitthvað sem að bendla hann við Íslamska ríkið og að þessi samtök styðji þetta ekki. Samtökin eru bull, sko, samtökin ekki til. Nú? Eitthvað samtök albanskra og kósóvóskra múslima á Íslandi. Var þetta bara eitthvað troll? Þetta er bara eitthvað bull tölvupóstur, sko. Það var sendt frá einhverjum Jóni Jónssoni, sendandinn Jón Jónsson. Ok. Og bara meikaði ekkert trend. En þetta verður rauninni, en svo kemur rauninni í ljós, Davíð þarna við þessu, tala við Nikita og svona, en svo kemur í ljós, eins og Donut postaði svo seinna á Instagram, og honum var vísað á landi. Nei. Jú, ég held að Donut sé ekki lengur á landinu. Í alvöru? Já. Þannig að, en hann postaði, ef þú bara fylgist með honum á Instagram, þá sýndi sem að vera bara komin aftur til Albaníu. Já, ok. Það er að vísa á landi fyrir þetta? Nei, það verður að herða útlendingalögin og nú neður upp einhver gömul brot, þá geta þau komið núna og bitið í rassinn. Þú getur verið deported. Jaha. Já. Það er bara að herða regluna svo svakalega. Sem að sem að olli þessu semst. Já, ok, það er svakalega maður. Já, en ég held að ef maður skoðar Instagrami hjá Donut, það er hann ekki lengur. Já, ok. Á landinu. Okay. Það stemmir meira, það meikar aðeins meira sens með við svona sögurnar og allt sem að var í gangi einhvern veginn. Þannig að nú það. Ok, en já, Ísak stígurinn inn maður. Já. Hann alltaf bara ræta gott momentum, fekk hérna bronsverðlaun daginn á Eindhoven bóksköp. Já. Sko, ég hafði smá áhyggjur af því, ég vissi af því að sko, hann búin að vera í vesenni með hendurinn sinna, sko. Já. Fyrir Eindhoven þá var hann bara, ég var búin að ræfa þarna eins og BVPC og ég var bara aldrei búin að sjá hann klæða sig í hanska eitthvað. Hann var bara eitthvað að sippa og shadowboxa og passa upp á hendurinn sinna fyrir það mót og ég vissi svo hún var í báðum höndunum eftir mótið, sko. Já. Þannig ég veit ekki alveg hvað staðan er á hún núna, sko, en hann hefur verið langt frá því að vera 100% komið inn í hennar fætt, sko. Einmitt, bara 4 mánuðir eitthvað sem hann losnaði úr gifti. Nei, 4 vikur segi ég. Já. Eitthvað svo leiðis. Minni að Kærja hafi talað um það. Já. Þannig sem er djús vissan. Það er hundleðilegt. En en hann bara put on a clinical performance, sko. Þess að hann gerir alltaf. Einmitt. Það var alveg svona greinlegt, sko, að William Þór ætlaði að vera alltaf svona slikkboksari og hún finnst gaman að vera slikk og gaman að forðast undan, svona eins og Noel er svo því. En hann bara gleymdi alveg að svara fyrir sig. Þú veist, það var bara slippa, vera varðarsinnaður og eitthvað. En það kom engin högg tilbaka. Hann var svona aðeins frosinn og setja í gang. Það er bara svo erfitt að eiga við hennan pressastíl frá Ísaki, sko. Já. Þú veist, hann er bara svo sjúklega aggressífur og kýlir ósla fast og þú veist, bara, það eru fáir sem að, það er bara Noel sem að hefur átt eitthvað svar við þessu. Benni vann hann líka þarna einhvern tímann. Já. En já, það er svona fáir sem að ná að ráða við þetta. Já. En ég fannst samt í annar lóti, þá fannst mér William ná eitthvað svona, það var búinn að vera að boksa alveg bara svona southpaw. Já. Svo steig hann aðeins yfir í orthodox og fór að lenda aðeins fleiri höggum, sko. Og svo steig hann aftur yfir southpaw og það var bara smellt í Ísakan og ég var bara svona, okkur ertu ekki bara orthodox? Já. Ég veit. Það er alltaf vangaveldur, sko.
en ótrúlega ég hefði eins og Kolla að segja með það eitthvað svona að switcha í boxi þú veist, hann talsmaður bara þú bara boxi þínu stansi, fattar við hann eitthvað langaði að vera lélur í báðu eða þú veist, og bara æfa eitt eitthvað en maður oft séð þetta virka vel fyrir William sko, þú veist, ég sé hann ég horfði á hann á King of the Ring þar sem hann gerir það óslega mikið, svona skipta og gera það vel sko, en þú veist, kannski virkar ekki alltaf en þú veist, stundum lítur það óslega vel út hjá William en þetta var kannski ekki hans dagur Nei, en á saman tíma, þú veist, ok, segjum þú kannski æfir 30% Southpaw, 70% Orthodox betra fyrir að skipta yfir Southpaw eða er bara 30% betri í Orthodox þú veist, hefur þú ef þú æfir bara Orthodox-ið þarft þú einhvern veginn að skipta yfir Southpaw ef þú æfir bara 100% Ég meina, þú veist, það er ekkert alltaf margir boxarar sem að gera þetta Nei og það hlýtur á einhverja ástæði fyrir því, þú veist, MMA-fætarar gerir þetta miklu meira og það er líka bara öðruvísi íþrótt það er svo ógeðslega margt í gangi og þetta er bara einhvern veginn bara 2x'ar allt það en einhvern veginn í boxi, þú veist, það er ég held að hljóta að vera einhverja ástæði okkur fleiri gerir þetta ekki að vera svona að skipta Já kannski er það bara eins og Colin segir þá verður bara lélur báðu í hvoru tvekja, eins og maður segir það getur verið ástæðan en William Þór og Noel voru náttúrulega með stóru drauma að fara út og fara Úsbekistan og Kazakstan ég verð að peppa það alveg í drast sko. ég Mér bara MMA-fréttir verður að fara bara með og dokumenta það sko ég er spenntur að sjá prinsana fara að lifa við ykkur svona borað aðstæður Já, sem við bara vitum að er algjörskastæði geða þetta háþróar borgir og geða flotta borgir þarna Einmitt Herri, af því að við vorum aðeins að æbóla Azerbaijan og eitthvað en ég er búin að ruggla Azerbaijan og Kazakstan saman í huganum ógeðslega oft og það var eiginlega bara ég held sko að ég væri á leiðin til Kazakstan í huganum, bara eða fyrir svona 3 vikum síðan svo er ég bara, Azerbaijan það er alveg stemning í sjálfum sér sko gaman að þessu ég veit sem ekki hvað ég á að segja að minna bardaga sko ég svona finn pínu til með William Þór að hafa ekki komast betur í gang og mér fannst einhvern veginn Ísak bara strauja þetta eða það er rætt metið Nei, mér finnst það bara rétt með þetta það er bara eiginlega nákvæmlega eins og þegar mættu seinast sko þú veist að mögulega er Ísak bara þú veist, einu level frá hann ætli það sé ekki bara keisið en fulla trú á William hann er náttúrulega geggjaður sko hann hefur alltaf viljað hann er alltaf stemt því að vera bestur og ekkert stress Herru, fengum svo fyrsta Dan eftir það var William Þór Mihail Fedorets mætti Anthony Parks og þetta er náttúrulega bara ungur strákur hávaxinn leiðin á Ólympíuleikana bara eins og allir þessi danir voru skilur mætti danski landslýsþjálfarinn mætti með eitthvað svona bara sitt teimi svona sínar vonarstjörnur og Anthony Parks var einn af þeim þetta var líklega svona ljótasti boxbardaginn er ekki sangið að segja það? Þetta var ljótasti boxbardaginn 100% þegar voru voða mikið svona bara að glíma hvern annan og svona, þú veist það var ekki fallegast að boxið það var meira bara svona scrappy viðureign einhvern veginn og Anthony Parks nýti sér hæðinni sína rosa mikið og að því að þú veist, Mihail var svona aðeins að dýfa hausnum fara svolítið lágt og hann var að leggjast ofan á og ég held að það hefði farið rosalega í taugarnar á Mihail svo kemur Sævar hringdómari og ætla að skamma Mihail fyrir að fara niður með hausinn skilur en ekki Antoni fyrir að vera alltaf haldur sko. Þannig ég held að það hefði farið alveg ógeðslega í taugarnar á Mihail sem hafði bara pínu svona mist hausinn ég er ekki bara að heyra í hún sko, en það er svona skynjaði ég þetta sko. En fann eiginlega bara pínu til með Mihail sem var annars bara með þess að ekkert eitthvað outclassaður Nei, það var bara svolítið svona mikið hnoði í þessum bardaga, þetta var ekki alveg svona
Já, kannski bara, leiðilegasti bardaginn á kartinu, kannski. Já, og ég held sér úrslega svektur að hafa ekki fengið svona meira út úr þessum barða. Bara leiðilegt. En hann var mikið svona að synda höggunum sínum svolítið. Þú veist, 1-2-1 og horfa svolítið niður og Anthony Parks svolítið bara svona, ok, það legg sér bara ofan á því. Og svona frekar leiðilegt. En Michael Fedorowicz náttúrulega að stefna pró, hann vil fara pró, sjá hversu langt hann nær í þessum bakka, sko. Mér minnir líka hann að vera að stefna á Lettland, alltaf að keppa í Lettlandi, þannig að nóg eftir þar. Já. En hann vonandi tekur þessu tappi bara létt og... Já, hann er alltaf duglegur að keppa, sko. Já. Þannig við höfum örugglega alveg eftir að sjá hann taka, þú veist, örugglega bara 5, 6, 7, 8, 9 barða restina árinu, sko. Já, 100%. Já. Þannig að, þú veist, en hann var talað svo, hann lagaði bara í 90-100 barða og fara svo pró, sko. Já. Þannig að, vonandi. En ég vil að segja, ég mun ekki sakna Anthony Parks. Nei, þú veist, það er örugglega, þú veist, það er örugglega flottur boxari, það er 20. sigurinn hans á amateurferlinum og já, er örugglega mjög góður, en þetta var svona ekki skemmtilegasti bardagi sem að ég hef séð, sko. Nei, samanlega. En talandi skemmtilegasta bardagi sem ég hef séð. Já. Noel Freyr á móti Khalid Osman. Holy hallelujah Batman, þetta var geðveikur fight. Já, það var örugglega bara tæknilegasti bardagi sem maður hefur séð á Icebox, sko. Einmitt. Já. Og þetta var bara, sko, þetta var líka svo fyndið að þetta kommentatorarnir, á borðinu, voru bara svona stjarfir. Að því þú veist, það var eitthvað, þú gast ekkert blikkað, þú vildi ekki segja neitt, að því leiðum myndir segja eitthvað, það var eitthvað nýtt geggja búið að gerast og eitthvað. Besti bardagi sem ég hef hort á, held ég bara, á Íslandi og allan á Icebox. Það besti bardagi í sögu Icebox, á mínum mati, og bara skemmtilegast bardagi sem mann eftir að hort á Íslandi. Ever eða í langan tíma. Ég bara... Það er bara ever, sko. Ekki það ég hef hort á alla bardagi heiminn, skilur, eftir á Íslandi. En, my god. Og þetta var svona eins og við tölum að þessum, sko, fyrir Icebox. Khalid Osman er með duglegur að fara í body. Vinstra hendin í skokkinn er svolítið staðar, Noel er duglegur að level change að fara upp og niður. Og þetta var bara svona, myndum við að kalla það skák eða... Já, 100%. Já. Það er svona, einmitt, eða svona, var eitthvað sérstætt í þessu barða sem að þið varst standa upp úr? Nei, mér er bara geggjað bara eitthvað, hvorugur maður var eitthvað að bakka, þau voru bara svo tilbúin að standa móti hverjum öðrum og bara, þú veist, og bara gefa allt í þetta. Maður sá líka bara, ég hafði svolítið áhuginn af Noel í þriðju lótu, þú veist, það var svona mínútu eftir, þú veist, maður sér bara, hann er bara, þú veist, at the breaking point, fattari, en samt, þú veist, kemst í gegnum þetta. Já. Þú veist, en hann bara, maður sá hvað það var lítið eftir á gasangum, sko. Já. Þú veist, það var bara, það var ekkert eftir. Ég veit líka að hann eldi þegar hann kom bakfrið, sko. Já. Hann segir reyndar að það gerist eiginlega alltaf, sko. Já. Það er mjög fyndið. Já, maður fann það, sko. En það sem maður var alveg 20, sko, þeir byrja, Noel kemur bara, hendir nokkur höggum í hann. Hvað heldur Osman eitthvað svona, heyri, ekkert kjaftaði, og þeir bara svona treyta bara alls konar blows. Það er alltaf svolítið svona, þú veist, þegar menn koma á svona, heyri, hver er harðari, hver er það að bakka úr hérna, bam, 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 bara alveg í byrjun. Og Noel endar á því að bakka og svona, ok, heyri, ég höndla ekki þennan hérna smoke. Og þá er bara svona sá power balance svolítið svona establishaður einhvern veginn. En ef þeir fara bara að standa á móti hverju, swinga í miðunni, þá er það Khalid Osman sem á þann slag. Mér finnst að Noel taka fyrstu lótu og Osman 2 og 3. Já, ég er sammála því, sko. Fyrsta lótan, bestan lótan hans Noel, sko. Já, ég er sammála því, sko. En það kemur bara mjög snemma í barðanum, það sem er svona ákveðin svona power balance. Svona hver mun eiga miðjuna, hver mun geta svona stand your ground og swingað. Hver mun geta höndla það betur. Og það kom bara í ljós, og það var Khalid Osman. En ég er sammála því, sko. Ég gef Noel fyrstu lótu. Það er besta lótan hans. Og með minni að Noel hafi unnið hana, en hann vinnur hana samt með því að þurfa að hreyfa sig ógeðslega mikið og gerir aðeins betur heldur bróður sinn, að því að þú veist, William var mikið að færa sig og vildi slippa og vera slickboxer sem hann hefur sagt að vilja gera, en hann glemdi að stræka. Noel hann var að hreyfa sig ógeðslega mikið og var að svara með höggum. En svo kemur svona moment í barðanum þar sem hann hættir að svara og er bara að færa sig. Og þá er bara svona
þá finnum maður bara að Khalid Osman að taka yfir af því hann fæði svo lítið tilbaka og svona en geggjaði fætt og svo eins og þú segir, það kemur svona moment þar sem maður finnur svona breaking pointið, það er svona nálgast breaking pointið hans Noel að því Khalid Osman hitt hann okkur sem í body og það var algjört vesen en bara vel gett Noel samt sko að púsa í gegnum þess og mér minnir líka svona að í staðin fyrir að brotna þá bara gaf hann í byrjaði að svara með einhverjum byrjaði svona að slá hans tilbaka það var aðeins svo seint og já, svona, þú veist, og vann sér bara svona aðeins tilbaka í barðan, en kannski ekki nóg til að vinna lótu Nei, en samt, þú veist, þetta var splitt þannig ég held að einhverju dómarar hljóta hafa gefið honum fyrstu og þriðju þannig að mér fannst hérna Noel klálega að taka fyrstu Osman klálega að taka aðra og þriðja fannst mér jafnasta lotan en mér fannst samt líklegt að Osman hefði ekki hana Já ég er sammála að Noel byrjar svona, hann gleymir að stræka í annar hlutu, byrjar að stræka aftur í þriðju en það var svona einhvern veginn aðeins svo seint, það var meira svona mér fannst það svona desperate striking ef ég má orða það þannig en Osman bauð hann bara heim til Danmerkur Já, næs á hérna Já, vildi taka rímats við hann þar Já, af því þeir eigi eitthvað svona Herlev boxing eða eitthvað sem er svona svolítið svona icebox-legt Einmitt Herlev Fight Night Herlev Fight Night ekki, Jú, og það var einmitt svona að þú veist 2000 manns í salnum og það er stemning og það er pepp og það er svona eitthvað það er danst icebox eitthvað, danst pulsubox þannig að hann bauði nú þangað í rímats Væri það ekki bara geðvikt? Jú, ég held að Ég ætla að sjá 3 lótur uppátt sko. Já, þetta er svona þessi fæt sem maður væri bara af hverju ekki meira af þessu Já, það er ekki að gera þetta heimavellunum hans hérna Khalid líka Einmitt, ég samla Herru, og svo var náttúrulega bara Sigurjón Guðnason á móti Óskar Sjöningsen Sko, skrítið kannski að vera eitthvað að fara að fjölira þennan barndaginn við vorum að tala við Sigurjón bara í klukkutíma rétt á hann Fólk getur bara hlusta á þann þátt Já, en Sigurjón var bara með KO kvöldsins og var Icebox-meistari Ég fekk svo mikla gæsahúð sko, þú veist, hann slæra niður og hann tekur einhvern svona hringur setja hendur um loftið og svo lappar hann beint að mér og gefur mér einhvern svip í myndalina mína og ég var bara svona smá hræddur við hann og fekk bara svona gæsahúð út allan líkamann bara þetta var svakalegt moment maður Þetta var geðveikt og líka bara ég var svo ánægð hvernig hann bara ónaði momentið hvernig hann bara drakk í sig allt momentið og bara svona, já hvað hann leiði vel, hvað hann var tilbúin í þetta og bara hvað hann gerði gott úr þessu það var bara já, það var bara svo vel gert í hann það var ríkilega gott óskur bara Sigurjón Guðnssoni já, bara til hamingju með bara flottasta sigur ferilsins og Icebox-beltið, hringinn, allt saman en það er, fyrir þá sem vilja vita nákvæmlega hvað gerðist í bardaganum þá mælum við bara með fyrir þátt vikunar þar sem að Sigurjón Guðnason já, bara ræðir allt við okkur endilega tjekkið á þættinum Sigurjón, þú átt 2 nýja aðdæmendur hérna í 50 rótunni mjög gaman að fá þig Það eru eitt sem við rættum ekki, það voru gæðir sem að sáum volkina hans Noels Eru þetta einhverjir stuðningsmenn stjörnunar sem að þau voru í stjörnubúningum Já Er þessi gæðir á fótboltaleikjum alltaf eða? Já, og landsleikjum Þetta er sko, silfurskeiðin varð 12 og þetta er svona stjörnu/12 sem að tóku hérna vikingaklappið og gæin, þannig að Hási Björn gæin sem var á trómunum, öskrandi það er hérna sölustjóri eða markastjóri Yngling Jaha Já Ok Þannig að hérna, hann er búinn að fá sér í greddublönduna sko, Já, hann er klárt mál sko, testa bústirinn og einmitt, það vandaði ekkert upp á honum skilur og það sást ára á þessum performance sko að þessi var tilbúin í flestan sjó sko Herru, já, þeir eiga mikið hróskilið, þetta var skemmtilegt sjó Já, svo náttúrulega hérna Steindi og Öddi og eitthvað Já, en hver er svo besti? Já Einmitt, það var smá partí í því gaman að því, ef að ræða aðeins hérna fríðumkartið Já Er UFC næsta líka?
Já, það klikkar kart næstu helgi, sko. Ok, við kannski bara snertum að bara main eventinu. Já. Þar. En hérna Justin Gaethje, Ilia Topuria. Byrjum bara þar. Já. Við erum að nálgast rúmlega 2 klukkutíma af podcast efni. Já. Einhverju þurfa að fara að keyra til Keflavíkur. Já, shit. Hérna Justin Gaethje, djöðan var skilið, hann fyrsti maður til að sigra Ilia Topuria sem var á 17 parta sigurgöngu áður en hann mætti The Highlight. Hann var búinn að breyta Instagram descriptionu sinni í 18.0. Jaha. Hann var búinn að halda, hann hefur gert það áður, hann heldur alltaf svona sigurpartí kvöldi áður og hann gerði það og eitthvað svona með eitthvað rós fyrir Gaethje og eitthvað svona eins og þetta væri, þú veist, jarðaðferðin hans Gaethje. En þú veist, þetta er rosalega cool þegar hann rótar alla gaurina, sko. Já. En svo svona eftir á, þú veist, þú tapar, gefst upp á stólniðinum, allt þetta, þá lítur þú bara út eins og fíbl, fattur þú? Og svona allt og kokki og eitthvað þannig, sko. Einmitt. Þannig alltaf einhvern veginn bara að mæta og vera sætur og ganga frá honum auðvitað, sko. Þetta var eini bardaginn sem fór fram yfir aðra lótu á þessu kvöldi. Já, vá, ég pældi ekki eins í því, maður, það er rétt. Þetta var stoppage kvöldið mikla. Já. Það var bara engin bardaginn sem fór í dómaraskurð. Það var allt stoppages. Þú veit þetta geggja sjó. Ég horfði á þetta í nótt. Já. Og mér finnst það ógeðslega skemmtilegt. Já, ég nefnilega sko bara fór að sofa á venlegum tíma og svo var ég bara, þú veist, í dag, þú veist, ég vaknaði snemma í morgun og horfði á Main og Co-Main og svo fór ég að vinna og svo eftir vinnu var ég keppast að horfa á hina bardagana áður en kom inn í podcastið. Þannig að ég spólaði yfir allt, þú veist, ég horfði bara á bardagana, þú veist, ég náði ekki eins og viðtalunum, sko. En ég sá samt besta viðtalið bara á Instagram við Josh Hockett. Það sem að segja, Michelle Obama is a man. Já. Sem er náttúrulega bara hárrétt, sko. Já. Þú veist, nú er það bara velkomin í samsæris hot bigga. Já, ok. En, þú veist, Michelle Obama, a.k.a. Big Mike, er náttúrulega bara kallmaður. Og það, þú veist, en Barack Obama er alltaf að slippin upp og hann er alltaf bara Michelle, þú veist, hann bara óvart kallar hana Michael og Mike þegar hann er að tala um hana. Ok. Út af því að, þú veist, fyrir honum er þetta bara Big Mike, þú veist, félagið hans, fattur þau? Já, þetta er bara Big Mike, þetta sé ég alveg ekki kona. Já, en málið er, þetta er ekkert nýtt með forsetafrúr, þú veist, skoðaði fucking Barbara Bush og segði mér að það sé kona, fattur þau? Þetta er alveg eitthvað þeng, sko, fullt af forsetafrúm eru bara fucking trannies, sko. Þetta er bara trannies? Já. Ok, er ekki líka er ekki alltaf að tala með franska forsetafrúin? Örugglega. Konan hans Macron sé. Jú, já, hún er alveg eitthvað fucked up, sko. En sko, málið er, ef við komum dýpra onni í samsæðiskenningarna, sko, að þá eru alveg svona dæmi, þú veist, ég hef hort á einhver vídeo, sko, það sem að menn er að fara, sko, aftur í tíman og er að segja bara, þú veist, þetta er sama fólkið og þetta fólk. Og með þess að bara taka eitthvað sem sjá til þessi fæðingablettur og þessi fæðingablettur og þessi fæðingablettur, þú veist, og maður horfir á þetta og maður er bara svona, bók, það geti verið, þú veist, kannski bara fucking gæinn sem kallaði sig, þú veist, eitthvað forseti way back, hann er ennþá lifandi og núna er hann forseta frú eða eitthvað, þú veist, ég held að þetta geti ándjúst bara alveg vel verið, sko. Þetta fólk er bara drekkandi fucking blóður einhverjum traumatæðis börnum eitthvað adrenochrome til að halda sér lifandi óslega lengi og eitthvað, þú veist, ég get alveg trúið allir þessi shiti, sko. Þetta var, sko, 15 lóta hefur stundu farið í sorry, sko, 15 lóta hefur stundu farið í samsæðis hot bigga. Þetta var þetta var já. Yep. Já. Turn the freaking frogs game. Þetta var rosalega samsæðis. Ég ætla bara að segja bara, þú veist, to be concluded einhvern veginn, eða svona bara við skoðum þetta betur með gamla forsetagalla sem eru núna forsetafrýr af því að þeir drekka blóð traumatæðis börnum og svona stemning, sko. Já. Sko, ég sá einhvern tímann, það var eitthvað
Sko, það var einhver kenning um að, sko, mér minnir að það var einhver leikona, eitthvað, Glenn Close eða eitthvað. Ok. Hún hefði verið einhver forseti way back. Ok. Og einmitt, og þú veist, líkindi milli Glenn Close og þessa forseta, og svo forsetafrúnar og manns Glenn Close í dag. Ok. Og það einmitt bara eitthvað svona sömu fæðingablettir og eitthvað. Maður horfir á þessi YouTube-vídeó og maður bara eitthvað, já, þú veist, það geta alveg verið, sko. Þeir eru náttúrulega, sko, já, sko, YouTube-vídeóin geta verið rosalega samfærið. Já. Ég á alveg, sko, svona early YouTube, sko, þá þú veist, ég þekki alveg gauðir sem fóru yfirum. Bara í, Titanic samsæðikenningum og kristilegum samsæðikenningum og bara fóru Titanic? Já. Okay. Já. Þú veist, Titanic var inside job og... Já, það var það náttúrulega. Já. Allir gæðinni sem voru mótið Creation of the Federal Reserve. Já. Þeir dóu þarna. Já. Og þessir gyðingar græddu þarna mjög mikið á þessu, sko. Já, og einmitt. Og þetta hafa bara verið sprenging og já, og bara pólitískt morð. En hvað með það? Justin Gaethje stóð sem við erum helgina. Já. En nú er margir að tala um þetta að vera rigged. Bara eitthvað svona, þú veist, þetta hafi bara verið eitthvað svona Rocky bíómynd, bara, þú veist, The American Fighter, sem að enginn sagði að ætti séns. Vinnur útlenska ósigrandi gæjan. On the White House lawn. Þetta er bara eitthvað svona bíómynd, fattar þið? Þetta er bara... Já, að Justin Gaethje er ekki að fara að tapa og hann er ekki að fara að láta róta sig on the White House lawn. Ég sagði þetta síðast because it's a movie. Nei, en it's a simulation. Ali Al-Basi var að tala með bara að þetta væri rigged í stóriðinu sínu í dag, sko. Já, Ali Al-Basi er fáviti. Ali Al-Basi? Já, nei, það er fullt af fólki að tala með það, sko. Já. En ég trúi þess ekki, sko. Ég held að Topuria hafi bara verið, hann flög ofan nálægt sólinni, sko. Hann var aðeins og kokki í. Já, hann var alltaf kokki í. Þú veist, ef þú er búin að halda upp á sigur þinn kvöldi áður, þá ertu bara on the cock train, skilu. Þú ert alltaf kokki. Og svo varstu bara, þú veist, svo er bara því að Matador er allt í orðin no mas Topuria. Þannig að hann bara meikaði ekki meira. En þú veist, en ég er samt ekki þeir sem, við tölum í síðustu hætti, þú veist, Justin Gaethje kýlir ógeðslega fast. Já. Þú veist, en þetta var samt alveg svona, þetta var back and forth, af því að Justin Gaethje var næstum búinn að tapa þessi barða í annar lótu. Einhver út af vegna gasar Topuria út hart í annar lótu. Ég held líka, sko, bæði það, hann næri ekki að klára í annar lótu og hann reyndi svo mikið á sig að reyna að klára hann, bæði alls konar submissions og bara alls konar högg og reynir allt. Ég held að líka bara smá tekið sálinans frá honum að ná ekki að klára hann og þurfa að fara þreyttur inn í þriðlóti. Já, ég held að ég er sammála. Þetta var Fight of the Night, sanngjarnt. Justin Gaethje vinnur beltið, en það var eitthvað sögur sem að Justin Gaethje hafi unnið $250,000 í bónus. Já, Fight og Performance of the Night. Já. Klikkað. Bara... En the biggest winner er vinur Arman Tsarukyan. Vinur Arman Tsarukyan sem að, Arman Tsarukyan fekk einhvern vin sinn, hann gerði þetta ekki sjálfur, hann var bara látað eins og hann var að tippa, en þetta var einhver vinur hans, einhver milljarðamæringa vinur hans sem að gerði þetta bett, sko. Þannig að þessi milljarðamæringa vinur Arman Tsarukyan lagði undir $1 million, þannig að með eitthvað 5-6 í stuðul, sko. Þannig að hann grætti meira en Gaethje, sko. Já, nákvæmlega. Alltaf er Arman Tsarukyan the real winner. Já, en Alex Pereira fekk mest borga, held ég, af öllum. Já, það? Já. Af hverju? Það er bara samið um það. Ég held að hann hefði verið að fá svona $10 million fyrir hennar fætt, sko. Alex Pereira? Já. Áhugavert. Þurfum ekki að skoða það. Alex Pereira samt, sko, ég klára maður sem þetta Ilia Topuria, sko. Það eru sögursögn núna að Justin Gaethje hafi brotið eða sko, brákað augntóftina í Topuria. Mögulega báðu megin, heyrði ég, sko. Já. Þannig að hann er, bara sko, augntóftin er brotin, þannig að hann hefur verið ógstabólginn og ekki séð raskat. En tókst það því, læknirinn, hann vildi stöðu þetta. Hann vildi stöðu þetta í þriðlóti. Já. Hann sagði nei. Topuria sagði, please, já. En þarna er sko Mark Goddard, læknirinn er búinn að segja nei. Já. Læknirinn er búinn að segja, stopp með það. Hvað á Mark Goddard að gera? Á hann ekki farið fyrir lækninu að því að svo fer Ilia Topuria inn í fjórðulótu, lætur gjörsamlega buffa sig, kemur inn í hóðin sitt aftur, algjör, sér ekki raskat, skilu, og er bara, no mas. Þú hefði alveg getað sleppt þessari fjórðulótu, sko.
En ég hissa þarna að því að þú veist, læknir segir stopp svo komum við aftur inn og eitthvað svona Topuria eitthvað biður svona, please, ég sé alveg bla 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 eitthvað, gráðbiður að fá að halda áfram læknirinn horfir á Maskotar og bara nei og Maskotar svona, jú, við ætlum að halda áfram já, ég hef alltaf haldið að sé bara ef að læknirinn segir nei þá bara verður við að stoppa þetta þannig að það var mikil skemmtun samt Maskotar hefur kannski bara eitthvað fundið pressu og vil ekki eitthvað að meina að þetta klárist svona skilu en ég man nú ekki hvort að Ilja Topuria hafi sagt ég get ekki meira, hvort að hotnið hans hafi ekki bara verið bara, við viljum ekki halda á bróður hann sagði, við viljum klára en ég veit ekki hvort að, þú veist svo bara þú veist, hann hangi bara svona niður, fattar við maður sé bara, hann alveg búið hann búinn, sko ég held bara, þú veist, Ilja Topuria hefur náttúrulega bara ekki upplifað annað eins mótlæti það er nefnilega máli, hann einu sinni farið 5 lótur og það var mótið Josh Emmett sem var bara einstefna þú veist, annars hefur hann, þú veist, þessir erfiðu fætarnir hans hafa fyrir utan Charles Oliveira hafa verið í featherweight og þú veist, og hann að klára það með róttökum og hann hefur aldrei farið 5 lótur eða einu sinni 3 á móti alveg lightweight þannig að, þú veist, þetta var í fyrsta skipti sem hann fer í einhvern svona back and forth fight og það að móti hardest hitter í deildinni fyrir ofan hann, fattar við þannig að, það er kannski smá glórulaust hvað fólk var að afskrifa Justin Gaethje, að við vitum bara Habib og Dustin Poirier og fullt af gaurum að tala kýlu enginn að fasta Justin Gaethje þannig að, þú veist, hann fekk að finna fyrir því alveg. Já, og ég held bara Ilja Topuria hefði bara ekki verið tilbúin í það greiði kallinn, en Justin Gaethje, ég er búin að vera mikið á Justin Gaethje lestinni svo ógeðslega lengi, ég elska Justin Gaethje, ég er svo ánægður hann hafi unnið titilinn á þessum tímapunkti fengið Freedom beltið og eitthvað, þetta er bara allt sem hann er búin að vinna fyrir á þessu glorious momenti og bara, þú veist foreldrar hans fá að hitta forsetann og þetta er á hvíta húslóðinni og þetta var yndislegt moment yndislegt moment. Já, einmitt, nú er spurning sko hver mun mæta Justin Gaethje fyrir fyrstu titilvörðna, alltaf verði ekki Arman en núna Ilja Topuria með tap, hann þarf að vinna sér aftur upp núna er tíminn til að búa til Topuria vs. Paddy. Já, það ekki? Jú, ég er sammála ég held að Topuria fá ekki eitthvað immediate rematch hann er ekki búin að vera það dominandi lightweight meistari þú veist, hann er það eitthvað skilið en já, en ég held sko Arman Tsarukyan sé svo ógeðslega óvinnsæll einu væt, það var alltaf að tala um Arman Tsarukyan er bakkvæfættir eins og Arman Tsarukyan alltaf bara, næ, ég ætla ekki vikta inn fyrir það Diego Lopez var bakkvæfættir fyrir svona fætt hann viktaði inn 2 já, ég skil ekki okkur bara fyrri var ekki nóg já, hann bara viktaði eins og featherweight og sem lightweight hann viktaði eins og featherweight fór átt eitthvað að kom tilbaka 10 kílóum þingri bara okkur gildi hitt ekki bara ég fattaði það ekki alveg það var bara skemmtilegt, er þetta ekki bara svo að fætin væri þá mögulega sanctioned, skilu þú verður að weigh in fyrir hvert fæti eða eitthvað kannski, þetta er bara eitthvað bureaucracy dót Ciryl Gane fór illa með Alex Pereira sem að leita ekkert vel út í sprengdi pallið okkar maður Alex Pereira leita ekkert vel út sem heavyweight ekki á móti þú veist öðrum náttúrulegum heavyweight það var okkur nefnir virkar eins og hann sé bara með jafn mikið power og hinn og hann virkar bara svolítið lítill og Já, ég veit ekki hvað það er að vera mála eitthvað, virka eitthvað og lítill, þú veist. Hægur. Já, bara svona, ég veit ekki, bara mér fannst bara svona, Ciryl Gane bara einhvern veginn boxa betur, þú veist, frekar en að vera eitthvað minni, þú veist, það var bara, Ciryl Gane var bara einhvern veginn með betra jab og bara svona, þú veist, hann var einhvern veginn leiddi dansinn betur frekar en eitthvað, jú, kannski var hann eitthvað aðeins stærri eða eitthvað, en þú veist mér fannst það ekki alveg svona mesti munurinn. Nei, mér fannst mér fannst stærðin, hraðin höggþyngdin einhvern veginn, mér fannst allt öðru sig ein spurningu Sal, varst þú hissa að Gaethje hafi tekið það? Fyrirfram hélt ég að Topuria myndi klála að taka þetta en ég er ekkert þú veist, ég er ekkert svo hissa sko. Nei,
Ég er ekki hissa, sko, ég sagði það í síðasta þetta, sko, ég held að KG takki það. Ég er alveg á því, sko, en Kormákur 111 var að spyrja. Við erum alltaf að svara Kormáki, sko. En þetta var interim heavyweight titillina því að Tom Aspinall er ennþá þannig að segja champ. Hann hefur ekki ennþá verið sanctioned, hann hefur ekki fengið leyfi til að fæta hann Tom Aspinall. Mikið vesni kringum hann, sko. Nú er Eddie Hearn að stela honum yfir í boxið. Eddie Hearn og Dana White er að bífa og eitthvað og það verður eitthvað vesen, sko. Algjört drama eða svona eitthvað saga og dramatík þar. Gaman að því. Þetta er annað skiptið það ekki sem að Ciryl Gane verður interim meistari. Hann er aldrei orðið meistari. En mér finnst alveg óþolandi að Ciryl Gane, hann er bara annað hver bardaði hjá honum upp á titil. Já, það er þannig að þú vinnur alla nema að þú veist, hann bara vinnur samfærandi alla nema þá sem hann fer í titilbarða við. Þannig að þú veist, það var bara setjum aftur í titilbarða, það er bara þannig. Já, það er ekki rétt. Herru, Sean O'Malley, þetta er svona smá vesni móti Ayman Zahabi, en rótaði hann í annara rótu og tók salútið. Já, mjög cool hvað hann byrjaði bara á þessu salúti bara meðan hann ennþá einhvern veginn að detta niður. Já, mér fannst samt eins og hann ætti eiginlega eftir að klára barðan. Maður var svona eiginlega heppinn. Það var svona alveg á mörkunum, sko, því að flestir hefðu þeirra fyllt eftir og svona aðeins tjónaði hann, sko. Þannig svona... En mér fannst cool hvað hann bara einhvern veginn, hann vissi að þetta var búið. Já, það er alveg nett. Það er nett, hann að sér, skilju. En já, svona, þú veist, hann svona komst aðeins upp með það. Fannst mér. En sem lútið var nett. Fannst þér Sean O'Malley einhvern mann verið svona eiga hættu á að tapa þessu? Já, mér fannst hann bara geggjaði, sko. Já, og voru þessi leg kicks eitthvað svona aðeins að styðunum? Já, ekkert eitthvað til að hafa alltaf mikla ágjur að, sko. Mér fannst hann bara miklu sneggri og meira smooth einhvern veginn. Já, mjög skrítið með Ayman Zahabi, með að við þú ert komin að þetta, þú ert 14-3 núna, við varst 14-2 komið inn í hérna bara það á Hvítaúrslofinni. Hversu oft krossar hann lappirnar sínar? Já, þú veist, hann er mjög svona ljótan stíl. Þetta er rosalega ljótan strængstíl. Það sem að, þú veist, hann er orthodox, minni mig, jú, og krossar hægri fótinn svo oft fyrir aftan vinstri fótinn. Og ég er bara svona, hvernig getur liftir að gera þetta? Þetta er bara góður strækir sem Sean O'Malley, getur alveg tímasett. Það sem að þú ert bara í algjöru ójafnvægi. Það er mjög sérstakt. Ég er bara mjög sérstakt. Hann er bara með eitthvað svona kunnarlegan ljótan stíl, sko. Já. Með að við að, þú veist, hvað hann er búin að æfa lengi og eitthvað, ég veit ekki. Skrítin kartir. Gaman að sjá Sean O'Malley koma tilbaka og sækja sigurinn. Það var mjög skemmtilegt. Josh Hoggett, hann hættir ekki að vinna. Hann fór illa með vonlausan Derrick Lewis. Já. Þetta var... Ég bara hitt hann einhverju höggi á hann. Nei, þetta var bara þingsti heavyweight bardagi. Þeir voru báðir svo þungir, Derrick Lewis var svo þungur. Og svo þetta fór í gólfið. Það var svo ljótt. Það var svo umurlega ljótt eitthvað. Og sko, Derrick Lewis hann var bara droppun úr UFC. Já, þú veist, hann fær að berast neitt lengi að hann vill, sko. En þú veist, já, hann var líka bara eitthvað, fekk bara eitthvað símdal, bara Trump vill á berri. Hann bara, þú veist, já, þú veist, vantlaður ég ekki að segja neyðu Trump. En þú veist, hann nennir þess ekkert. Nei, mann hefur engan áhuga á þessu. Og ég bakkaði samlega með það, sko, því ég sagði síðan að hann nennir þess ekki. Hann er búinn að segja að hann nennir ekki að hlaupa á eitthvað. Og svo þetta er svona á Hvítaúrslóðinni, Trump baði að fá þig. Þú hlýtur að svona, þú veist, push your ass into it, sko. Og hann gerði það bara alls ekki. Og Josh Hoggett líka reyndi að einhvern armbar. Já, hann kann ekki eins og klára hann. Hann kann ekki að klára armbar. Og ég, veist, maður bara, hvað er að gera? Nú er ég ekki mest í svona jiu-jitsu sérfræðingun, en mér fannst hann ekki einu svona lyfta upp mjöðmánu sínu til að reyna að klára það. Nei. Hann var bara hann tósa í hendina, svo var hann bara eitthvað svona horfa aftur fyrir sig eitthvað eins og það, þú veist, en hann lyfti mjöðmánu sínu ekki neitt, sem að ég myndi halda að væri svona, þú veist, og ætla bara að reyna að brjóta, þú veist, ég hef einhvern veginn aldrei verið það djúpt í armbara, ég sé eitthvað svona að reyna að brjóta hendina á okkur. En myndi maður ekki spyrna mjöðmánum upp, fattar? Jú, lyfta mjöðmánum og reyna að koma hælunum í gólfið. Já, einmitt. Þú veist, en þeir voru bara up in the sky, skilur. Já. Og það var engin
það var ekkert bridge og eitthvað, þú vilt Einmitt, já. fá smá spenni hann í gegn, sko. Einmitt, já, mér finnst það mjög skrítið að gæi eins og hann Já, á þessum stað, fattari, get ekki bara komin í fullkomna armbandstöðu já, og getur ekki bara klára þetta en þú veist, ef að ég lendi í armbandstöðu, þá paniktappa ég bara leið af því að ég, þú veist þetta svo fucking vont, þú veist, að það kemur einhver smá spenna já, og ég get ekki ímyndað mér einhver atvinnumæður í MMA væri með mig í þessari stöðu að það væri einhver leið að ég myndi ekki tappa úr út af því að ég held ekki að Derek Lewis að ekkert verið eitthvað svona fæta í gegnum að láta rífa fyrir öxlina, sko. Nei. Þú veist, hann hefði alveg tappað, þetta hefði verið vont. En hann hefði engar áhyggjur af þessu. Já. Ég hugsaði svona smástund, langar honum ekki að klára hann, vill hann bara fá að leika sér að matnum sinni aðeins lengur. Já. Það var það sem ég hugsaði, sko. En Derek Lewis púlaði eitthvað svona smá armbar vörn, lása bara hann bara þreyttur. Það var mjög skrítið. Josh Hogan, mér finnst það svona sýna samt sko A, Derek Lewis búinn, B, það er þak á Josh Hogan. Þú veist, við sáum, skilurðu, það er þak á honum hvað hann mun geta gert í UFC. Já, kannski, þú veist, já, ég held að hann sé allan ekki tilbúin í Cyril Gane eða Tom Aspinall, en hann vill náttúrulega tjama on Alex Pereira's mamma, sko. Já, og það var svo fyndið lína, sko. Hann var þá, Alex Pereira buffar hann. Já, kannski. Þú veist, Alex Pereira getur glimt hann. Já, kannski. Þú veist, en I wanna chama on your mama var hann sagt áður samt, sko. Já, ég hef ekki heyrt það. Ég var að vonast þetta meira svona originality frá honum, sko. Já. En þetta fyndi að hann ætlaði að byrja eitthvað svona bara hinn henni sig ekki. Já, ég veit. En Mauricio Ruffi, Michael Chandler. Michael Chandler leið hrikalega illa út, maður. Þetta var hann heilugur. Og ég sá hvað BSD átti auðvelt með glíman og ég var bara svona, þú veist, Michael Chandler bara til að ná takedown og halda hann niðri og eitthvað. En nei, hann einhvern veginn committaði ekki þegar það var tíminn til að committa í eitthvað takedown. Og hann var bara einhvern veginn, þú veist, ég sá bara leið á þessu bara að ég byrjaði bara, já, ok, nei, hann er ekki alveg tilbúin í þetta. Nei, hann er bara ekki á staðnum, sko. Þetta var hrikalega lélugur performance hjá honum. Það var bara eina vandræðalegt, sko. Og ég bara, þú veist, committa ekki neinn takedown og eitthvað og sko fjara hann svo fljótt út í fyrsta lóti. Byrjaði bara rosalega flott yfir eitthvað að jerky og svona og svo sá maður bara að fjara fljótt út og hann var fann að vera stationary bara með baki í búrinu og leifa Mauricio Ruffi bara að tía off. Já, og bara pikka spottið svona kílan, skilur. Þá var maður bara, þetta er að vera búið, sko. En ég held að Michael Chandler meginum bara það var gott að vera þetta, held ég. Já, má hann ekki bara fara að pakka saman og segja þetta gott, eða. Ég held að það er bara fair. Er hann ekki bara flottir í þessu raf wrestling? Jú, hann er bara flottir í raffinu. Það er bara raffið. Ég held að hann hefði ekki bara fengið hennan Conor-fætt. Já. Af því að það hefði bara meikað svo miklu meira sens. Láta Conor og Chandler berjast og Ruffi og Max Holloway. Ég geti bara snúna. Ég held að Conor McGregor myndi berja Chandler. Ég held að sko, þú veist, Conor McGregor coming off all the drugs er að fara að berja Michael Chandler. Já, örgulega. Bara ekki spurning. Bo Nickal myndi Kyle Daukaus. Smá plot twist. Ég missti af finishinu hjá Bo Nickal af því að allt í hætti útsendinginu að virka. Og ég glemdi að tjekka á þessu í morgun. Já, ok. En ég bara, sko, Bo Nickal tekur niður Kyle Daukaus, heldur hún niðri, svo kemur dómarinn svona að læta það standa og þeir eru að fara að stræka aftur og þá svona deyr útsendingin mín. Já, ok. Og ég er svona, það er að bakka og lóta þessu aftur og þá bara Bo Nickal by finish, eitthvað, ég bara, wow, geðveikt, misti ég af þessu. Hvað er fólkinn gerist þeirra? Þetta var bara svona overhand, bara eitthvað. Já. Bara ekkert meina það, bara droppa hann og klára hann eitthvað með einhver grándumóti. Þetta var, þú veist. Já, ok. En mér finnst ennþá að vera þak á Bo Nickal með að við að dómarinn bara, herri Bo Nickal, þú veist þetta, líkur rónan, þú veist ekki gera neitt, starta upp. Já, þú veist, Kyle Daukaus var einhvern veginn ekki mættur til að gera neitt. Hann bónaði hann niður snemma og Kyle Daukaus bara svona, þú veist, læsti body triangle á bakinu og maður bara svona, já, þetta er svona fett. Já. Og þú veist, ég man ekki, já, þú veist, og hann var hleypt upp, greinlega, já. Ég myndi ekki eins og hvernig það hafi gerst, sko. Já, þú veist, þetta var bara, já, þú veist, maður sá að Kyle Daukaus var ekki komin að til að reyna að vinna þetta, sko. Nei.
það var eiginlega svolítið sagan sko. En mér finnst eins og Bo Nickal, það mætti hann að renna undir Ritter sem var skillful og ætlaði að vinna og kom til að vinna, buffaði Bo Nickal og þetta er alltaf einhvern veginn, ég veit ekki, þetta er svo mikið hype train Bo Nickal. Diego Lopez, mátti Steve Garcia virkaði smá tíma eins og Diego Lopez myndi eiga svolítið erfitt kvöld á það en hann fann vinstur krókinn. Já, nákvæmlega, sko þetta leit út, þetta var mjög jafnt bara framan af og náttúrulega bara, þú veist, eins og ég sagði í síðasta þætti, þú veist, það væri allir að vannmynda Steve Garcia, þú veist, það væri bara drull solid fighter og þú veist, hann er bara drull töff. En málið er að Diego Lopez getur alltaf bara breytt hlutum í bara eitthvað svona smá bról og hann mun koma betur út úr því. Þú veist, og það var eiginlega bara leið og þetta var bara svolítið svona, heyrðu, bara throw caution to the wind og sveiflum. Að þú veist, þá bara finnur Diego Lopez sín högg á undan og þegar hann lendir sínum svona viltu höggum, þú veist, þá erum við að fá sem að ráða við það, sko. Já. Einmitt, og þegar hann lokið distance og fer í pocketið með hann, sko, fer í brólið, það er eitthvað, þú ræðir ekkert við Diego Lopez. Þannig er bara þannig típa. En þetta var geðveikt skemmtilegt kart, ég fílaði það í tætlur, ég hefði gaman á öllu kvöldunum að langt sér, ég hef svona vakið eftir UFC og bara verið að það með viski mitt og eitthvað haft gaman að þessu sko. Tjóðlega, þú bara búin að tala bara bjór og viski og þú bara búin að vera á jamminu, þú bara dottin í það núna. Já, ég dottin í það. Nei, ég tók náttúrulega svona kamp fyrir Ísló, svo ég aðeins búin að vera, þú veist, bölka mig í gangi þar, ég þarf að fitna og þyngja mig fyrir Heiðar sko. Fyrir 15 minúti fight nightið, þannig að ég er ekkert rosa mikið að passa upp á matræði sko, bara ef það er kalóri þá borða ég það sko. Já, bara bjór. Já, en þú veist, ég kom svo smá í kringum Xboxið þegar konan var að berjast og svona ég veist við vorum að matræði saman svo var hún aðeins að fagna því að vera búin þannig að það var hún langaði bjór og eitthvað ég bara fekk bjór og rauðvín og smá viski með og eitthvað en just, ég æfði líka, ég æfði í dag og ég æfði í gær og ég æfði allast daga en núna er það áfengislaust þú veist það eru 4 vikur í bardagskvöldið ég er bara að byrja að stræka þarf að fara að borða hreint mataræði og svona en þú veist ég gæti ekki tekið skilur kamp fyrir Ísló og allt þetta dót skilur og bara aldrei lyft minn eitt með eitthvað eins og bara þegar við vorum síðast í Bretlandi skilur það var eitt kvöld þarna og seint að því að St. Patrick's var einhvern veginn á sama tíma og var Arsenal-leikur og eitthvað og maður sagði já ég fæ bjór en það veist annars það væri ekkert maður að drekka á þessu ári sko þannig að maður aðeins að leyfa sér Já, ég tók smá í Danmörku þarna eftir Sigurinn hefur kolla á Emin. Já, það ekki? Já, maður aðeins að leyfa sér og fagna á þessum momentum, sko. En eitthvað svona, ég er ekkert að fara bara eitthvað frá Sunderland, Bolton eða eitthvað á barnum á þriðjudegi. Já, hljómar svo vel sann, sko. Creamy fucking pint. Herru, við fáum UFC næstu helgi. Það er í Apexinu. Þetta eru 12 bardagar og í main eventið er Manel Kape á móti Koyuchi Haraguchi. Ég hef enga tilfinningu fyrir þessu barða nema bara Koyuchi Haraguchi hefur verið bara on a tear þegar hann kom tilbaka í UFC Kape er bara geggjaði líka og Manel Kape er bara technically sound sko Já ef þú ætlar að skjóta út í bláinn Ég held að Haraguchi er komin til að bara, þú veist Sprengja besta dild Já, ég held það svolítið og ég er bara fucking spenntið fyrir þessum fight sko en ég veit að Kape er fucking stórhættulegur líka og þetta á eftir að vera fucking flugelsynning sko Já, ég samla og þetta er á góðum tíma sko Já, hvernig byrjum við að sko 5 p.m. Eastern, ég veit ekki alveg hvað það þýðir nákvæmlega en það er góðu tími sko Ok Þetta er örugglega bara svona 8-9 kvöldið fyrir okkur örugglega 9 kvöldið fyrir okkur Já, ok, það var bara hljómar ógeðslega vel Gaman að þessu Ég veit ekki, ég var að setja inn ChatGPT það er eitthvað voða lengi að hugsa Veitu, Kape vs. Haraguchi 2 þegar það var mest áður, eða? Byrju Það er pínum plot twist Það er Hefur það verið bara áður en að Það er 2017 Já, Haraguchi fór að koma aftur eitthvað Já, Haraguchi Já, mættist í Ræsin 2017 Haraguchi vann með head and arm choke Já, ok Skemmtilegt Það er plot twist Það er geggjað Herru, mér lóksum það að fara að slá botnin í þátt Mjög stutt spá fyrir þennan barða Haraguchi, hann tekur þetta Eftir spá hvernig? Nei, svo erum ekki Bara Já, ég held að Kyoji Haraguchi tekir þetta Haraguchi tekur þetta
búin að kíkja á veðbanka íslensku þjóðarinnar? Ég var reyndar ekki búin að gera það sko. Hvað segir Coolbet? Ég var flett upp Coolbet hérna, real quick. Já. Nú netið eitthvað hægt hjá okkur. Neti eitthvað að kúka á sig, sko. Já. Ég ekki nógu sáttur við þessi internetþjónustu sem með. Nei. Einmitt. En já, þetta eitthvað óhægt bara. This site cannot be reached. Það er bara staðan, sko. Já, þetta reyndar núna eitthvað að lótast, en já, kannski skiptir ekki öllu, en þetta fætnætt ágætlega skemmtilegt, sko. Þú veist, það þarna Vinicius Olivera móti André Fili, André Lima, Kevin Borjas, Christian Rodríguez móti Haider Amil, Ian Coutilapa móti Navajo Sterling. Þetta er drullu fínt early Apex card, sko. Já. Herri, maður sjá, nú er netið eitthvað aðeins að gefa mér smá sens hérna. Það er 1.63 mannkappi, 2.35 Haraguchi. 2.35, það er eitthvað sem ég mun setja á, sko. Já, ég sammála, ég tek því. Og svo er Christian Rodríguez á Haider Amil og Michael Ashwell, hann á til að vera skemmtileg barðum. Bara margt skemmtilegt þetta. Já. Gaman að þessi. Herri, ég ætla að takk fyrir að hlusta. Já, það er náttúrulega svona Aron Frans næsta helgi, sko. Já. Á móti Jack McLaughlin. Já. Hákon eru eftir með báða mönnum. Já. Við erum að spyrja Hákon hvað hún finnst. Já, hann hérna bara, þeir eru báða geggjaðir eitthvað. Já. Þannig að þetta verður eitthvað, þú veist, að Aron er alveg að fara í erfiðan barða, hann er líka bara að taka með short notice, þú veist. Já. Meðan að Jack McLaughlin er búin að fá fullt kamp, sko. Já. Hann var að fara að mæta einhverjum brassa, sko. Já, ég veit. Þú veist, hann var að fara að mæta einhverjum rindum brassa, en samt með, sko, fleiri töp heldur en sigra. 7-8 rekord, sko. Já. En mér finnst að Aron fannst bara alltaf taka mómentin þegar þau gefast. Já, einmitt. Bara, viltu koma í Cage Warriors núna? Bara, já. En því að þetta er stórt skref, en það er líka kannski málið, þú veist, þú færð big breaks fyrr eða tilbúin að gera þetta svona. Nefnilega. En það er gaman að, hérna, þú veist, stórt skref, þú veist, við erum búin að vera að bíða svolítið eftir að Jóhann Salinas, Aron Leo og svona, þú veist, takk skrefið yfir Cage Warriors. Við höfum náttúrulega tísaði hérna í þættinum að Bjarki er búin að vera í einhverju viðræðum við Cage Warriors og svona. Já. Þannig að bara, þú veist, hérna bara Aron Frans svolítið að stökkva fram fyrir röðina, allavega svona hvað hlustendum okkar varðar, þú veist, þá erum við búin að vera að tala um Cage Warriors og Íslendingar séu leiðin þangað. Já. Þannig að hérna, Aron Frans tekur þetta skref núna fyrstur af þessari nýju kynslu af pro-fæturum. Þannig að þetta er bara drulli fókin spennandi. Þetta er geðveikt. Það er eiginlega, sko, þetta er næstíð bara a year to the day frá fyrri pro-fætunum hans. Það var 21. júni, þetta verður 20. júni. Já, rétt sér. Næstíð bara year to the day. Áhugavert. Gaman að við fylgjumst með þessu á laugardaginn og við höfum ykkur post-it. Já, algjörlega. Tökum við spjallið. Og fréttinnar af Aroni. Geggjað. Ég vil slá botnin í það. Meira frétta, en bara klukkan er 11. Bara sorry, klukkan er 11. Já, fylgjast með bara mmafréttir.is. Það kemur alltaf inn. Allt saman þar. Takk að þetta fyrir hlusta, við sjáumst aftur.